Já, þá það bara jafn mikið og sætistalan á atómin, eða sem sagt fyrir efnið, það jafn margar rafeindir og róteindir. Já, af því að, bekkurinn það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, þetta svona næstum 50% af það, hérna. Já, ok. Þannig að þá ætla ég að taka hérna dæmablað 6.5 til 6.7. Það sem við að tala þessar skammtastölur, ég ætla að setja hérna bara til hliðar þessar reglur, það sem að n var meginskammtastala, sem að getur verið 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Og þar erum við hreinlega að tala hérna, það reynist að vera númer á notunum, hérna, sem að eru þar. Síðan vorum við með hérna, þessa hverfiskammtatölur sem að þekkt. Já, og hún alltaf bara 0, 1, 2, 3 og upp í að nafnum til n-1. Þannig ef við værum við það að n væri saman sem 4, þá væri n saman sem 0, 1, 2 og 3. Það sem að 3 auðvitað bara 4 mínus 1. Þannig að það aldrei hærra en það. Og það ágætt að hafa það í huga að ef að l 0, þá þetta sögur sem heita s. Ef hún 1, þá þetta sögur sem heita p. Ef hún 2, þetta sögur sem heita t. Og 3, þá þetta sögur sem heita f. Sem að eiga sögur, oft þetta kallað einhverja blokkir. Að s-sögurúmin, hérna, þau svara til þessa hluta mótbyggkerfisins. P-sögurúmin svara til þessa hérna hluta, eða p-blokkarinnar. Þetta myndi vera d-sögurúmin hér og síðan f-sögurúmin hérna neðst. Og síðan var þessi hérna segulskammtatala sem að þá háð 11, ef að l 1, það þá ml. Og það alltaf mínus l og síðan það sem sagt 0 einhver staðar og upp í pluss l. Þannig að ef að við erum með hérna að l saman sem 3, þá myndi ml vera mínus 3, mínus 2, mínus 1, 0, 1, 2, 3. Og á í rauninni við sem sagt þetta hérna, þessi hérna svigrum. Þannig að þá værum við að segja það að í þessum f-svigrumum erum við, þar sem að þessar f-rafeindir að fara inn á f-svigrum, að þá eru 7 svigrum sem að myndu það hafa nafnið eða þessa segulskammtatölu mínus 3, mínus 2, mínus 1, 0, 1, 2, 3. Og þangað væri þá til dæmis rafeindir að fara inn. Ok, og þá þetta dæmi 1, þá á að finna hver gildin fyrir n og l. Þá erum við að tala þessar hérna 2 tegundir af skammtatölum. Ef að við erum með svigrum sem hefur táknunina 3p, 2s, 4s og 5d. Og hérna í þessu tilfelli þá erum við að tala svigrum. Já, og í öllum tilfellum það spurt fyrir þetta svigrum hvert n og hvert l. Og þegar við erum með þetta hérna, ef að við erum með sem sagt p, þá þýðir það að l 1. P bara hin skilgreiningin á l saman sem 1, þá það alltaf p-svigrum. Og þá erum við að tala það að það svigrum sem hafa þessa hérna lögum, þegar hérna erum við með s með þessa lögum. Og talan fyrir framan, þessi hérna 3, þetta n-ið. Þannig að þetta væri n saman sem 3 og l saman sem 1. Og hérna erum við að tala þegar við erum með 3p, þá erum við að tala
hennar hluta lotukerfisins, rafeindirnar sem eru að fara inn hér, þær eru að fara inn á þetta 3p-svigrúm hér, sem auðvitað þessi 3 svigrúm sem að líta einhvern veginn svona út. En þær fara þá inn á það, þannig að maður getur séð alltaf á meginskaptatölunni hvar í lotukerfinu þetta er, og síðan frá þessu í hvaða hluta þá, í hvaða blokk. Svo myndi það vera sama hérna fyrir B, 2s, þá myndi n einfaldlega vera 2. Það er alltaf þetta hérna sem segir til En ef að l er sama sem s, hvert verður þá tölugirnið að tala? Nú, þá myndum við bara segja það, þá er það 0. Og þarna verður við þá talað að hluta það sem við erum með 2s, að það væri þá þessi hérna hluti lotukerfisins. Og þarna verður þessar rafeindir. Síðan væri það n er sama sem 4. Og það er alltaf þetta. Og f, það væri þá 3. Þetta er eitthvað sem þið skulum bara læra utan að bara l er sama sem 0s, l er sama sem 1p, l er sama sem 4. Og þá myndi það vera, l er sama sem f, þá er það sem sagt 3. Og að lokum, n er sama sem 5. Já, ég ætla kannski að sýna ykkur að þetta 4f, að það myndi vera þetta hérna, þessi hérna lína. Þetta verður 4f-svigrúmin. Það komast þá 14 rafeindir alltaf þar inn. 2 í hvert svigrúm. Og f hérna, í þessu tilfelli myndi vera 2. P er sama sem 2. Þetta væri, og það væri þá hérna 5d væri b. Þetta er 5d. En við byrjum þetta 3, 4, 5. Þetta væri svona, það er ágætt að geta svarað svona dæmum og eins kemur hérna í næsta, þá er hérna hvaða gildi á skaptatölunni f eru leyfileg ef n er sama sem 4. Og ég er búin að svara þessu hérna, því ef að n er sama 4, þá eru leyfileg gildi af f 0, 1, 2, 3. Sem sagt upp í n-1 sem að er 4-1 sem eru 3. Þannig að þetta væri hérna 2. A. Við erum með n er sama sem 4. Leyfileg gildi af f. Og þá verðum við með það að f væri sama sem 1, 2, 3, ekki rétt hjá mér, það er 0, 1, 2 og 3. Og bara hafa það á hreinu sem að n-1 er sama sem 4-1 er sama sem 3. Þannig að það myndi vera síðasta talan sem við mætti skrifa þarna. Svo þetta var að finna f út frá n. Þetta er svona hluti sem að mætti kannski koma svona einfalt dæmi á prófi þessar skaptatölur. Síðan í lið D, þá er okkur gefið hins vegar að f er sama sem 3 og þá eigum við að finna þess að leyfileg gildi fyrir m-l. Þessar segulskaptatölur sem að segir fyrir þessar stefnu svigrúma og þetta hérna myndi allt vera það þessi svigrúm og þarna var ég rauninni svona að gera nákvæmlega sama svar á þessari spurningu, þetta var ekki alveg með áður gert. En ef að l er sama sem 3, þá er m-l, þá tekur það þessi hérna 7 gildi. Og er það alltaf 7? Já, það er alltaf 7. Það er -3, -2, -1, 0. 1, 2, 3,
4, nei, og ekki 4 hérna, bara upp í 3. Þannig að það þá 7 talsir sem þá þessi hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svigrúm og 2 aðrir koma sér í 30, eða 14 alls. Í 50? Já. Það ekki og 6. Já, allir sko, ef við tökum rauninni alltaf hérna töluna sem stendur fyrir hvaða svigrúmið, það skammtatala fyrir þetta svigrúm. Þannig að þegar við erum hérna í 5S, þá kemur 4D í beinu framhaldi, en 5D kemur hér og það þá í rauninni fylgir þessu, þó rafeindirnar raðist ekki í beinu framhaldi. Svo var það þá C og þar verið að spyrja hafa eftir hvað þetta svigrúm leyfileg gildi af N og X. Þannig að núna maður með þessar hérna reglur og kemur síðan með hérna, hvað á ég að setja þetta? Setjum þetta hérna fyrir ofan. Nú verið að spyrja, rauninni þessi svigrúm til sem að kemur hérna þá í C-lið og hafa eftir þetta svigrúm leyfileg gildi af N og X. Ég ætla bara að segja, svigrúmin til. Og þá erum við með í fyrsta lagi 1P, öðru lagi 4S, þriðja lagi 5F og fjórða lagi 2D. Og ef maður lítur bara á reglurnar, og þá vitum við það að þetta hérna svigrúm, þetta myndi þýða það, N sama sem 1, P sama sem 0. Nei, hérna, ekki P heldur L. L sama sem 0. Ég bara rúti eitthvað hérna. L sama sem 1 fyrir gefið. Þannig ef þið fáið P-svigrúm gefið, þá þýðir það að L sama sem 1. En hins vegar, ef N sama sem 1, þá höfum við hvert eina gildi sem við hafum á L. Já, það myndi vera 1 mínus 1 sem 0. Af því við segjum að hæsta gildið af L, eins og fyrir skammtatöluna N, þá myndi eina gildið á L vera 0. Af því að N mínus, ef við erum með 0 og upp í N mínus 1, og við erum með N sama sem 1, mínus 1 sama sem 0, þá erum við bara með þetta eina. Þannig að þetta ekki til. Í lotukerfinu? Jú, maður getur líka litið svo á. Bara séð hérna er 1S, hérna er 2S og 2P. Já, af því það ekki hérna. Já, samt væri það kannski leyfilegt af því að þú veist, það ekki, af því að það myndi falla inn í reglurnar. Það myndi bara einfaldlega ekki hérna vera bara nógu efni í lotukerfinu til þess að það eigi við þar. Þannig séð. En þetta hins vegar bara eitthvað sem er alveg vitlaust. Ef maður myndi að passa sig á. Þannig að hérna myndum við segja L getur ekki verið 1. Svo þetta hérna er ekki til. Þetta þyrfti annarkvort að vera annarkvort þyrfti þetta að vera 1S eða hérna 2P. Þess að það þýðir ekki að setja 1S saman. Það setja þetta bara inn í sveigar svona. 4S, það eitthvað sem til? Ef að N sama sem 4, getur þá gildið af X verið 0. Það í rauninni alltaf þannig. Ef N sama sem 4, þá eru gildir sem leyfilegar X 0, 1, 2 og 3. Þannig að 0 er eitt af þessu leyfilega gildi sem gefur S. Þetta þýðir eitthvað að N sama sem 4 og L sama sem 0 og það sem sagt, já, það í lagi.
Þetta myndi vera þetta hjartasvigrúm. 4S. Svo hérna 5F sem að væri þá hérna. Þannig að það er til. En þarna getum við sagt, N er sama sem 5. Þá eru gildin á L. Það eru þá 0, 1, 2, 3 og 4. Þetta eru við með gildið 3 sem er innifalið í þessu. Þannig að þetta hérna gengur líka upp. Við getum sagt sem sagt í þessu tilfelli hérna L er sama sem 0, 1, 2 og 3. Þetta á þá við það. Í þessu hérna tilfelli getur maður sagt L er 4, L er sama sem 0. Ég held ekki. Samt finnst mér, gæti samt verið hér. Já, ég samt í mannaði, það eitthvað svona hugar á mér hvort það gæti verið. Ef við myndum aldrei þurfa að nota það hins vegar. Við svona sleppa og góðlega. Þannig að hérna erum við að velja úr hérna L sem 0, 1, 2, 3. Hérna erum við að velja 0, hérna erum við að velja 3, alveg gildin sem er hægt fyrir L. En hérna myndum við hins að vera með bara L er sama sem 0. Þannig að 1 er ekki einu sinni til staðar. Og hérna nokkuð síðan 2D, myndi það vera til? Miðað við það sem ég er að segja ykkur, við byrjum hérna í 3D. Þannig að það er ekki til. Og þá getum við sagt hérna er við að segja að þetta sé N er sama sem 2 og L er sama sem 2 líka, þess að það er D og 2 að passa saman. En eins og væri við hérna bara með, fyrir N er sem 2 erum við bara með L er sama sem 0 og 1. Þannig að við erum ekki með 2, þannig að hérna L getur ekki verið sama sem 2. Svo ekki til. Þannig að þetta þyrfti að vera hérna annaðhvort 3D til þess að þetta væri rétt eða til dæmis 2P. Þannig að þetta er bara svona eins og ég segi, þetta passar ekki saman. Og við svo þorum að dæma að setja hann í samband. Það var svo næst. Síðan kemur dæmið 3, þar sem við erum að spyrja hver er hámarksfjöldi rafeinda á þessum svigrúmum. Þarna er alveg sama. Hérna erum við alltaf með D-svigrúm. Og alveg sama hvort það er 3, 4 eða 5D. Það komast alltaf 10 rafeindir á D-svigrúm. Bara jafn mörg og reitirnir eru hérna. Og það komast alltaf 14 rafeindir í P-svigrúm. En það skrifa hérna 10 rafeindir, 14 rafeindir, það komast alltaf 6 rafeindir í P-svigrúm og það komast alltaf 2 rafeindir í S-svigrúm. Þannig að í þessu dæmi, þar sem er verið að spyrja hvað komast margar rafeindir inn. Svona. Þetta er þá dæmið 3. En hérna erum við þá með hérna hámarksfjöldi rafeinda. Það er þetta sem að taka gjarnan E-. Í 3D-svigrúm. Í 4S. Í 2P
og í 5F að það skiptir engu máli hvaða tala stendur hérna fyrir framan. Þetta gæti verið 4F eða 10G eða eitthvað slíkt, svo lengi sem það er leyfilegt. Að D-sviðum taka alltaf 10 rafeindir, S-sviðum taka alltaf 2 rafeindir, P-sviðum alltaf 6 rafeindir og F-sviðum alltaf 14 rafeindir. Í mesta lagi. Það geta auðvitað verið færri ef að, eins og ég segi, ef ég væri til dæmis hérna með European hér, að þá náttúrulega ég ekki að fylla þetta svigrúm, en ég gæti sett hérna 14 rafeindir þar inn. Hvað segirðu? Hvernig reglan þetta? Hvernig maður setur inn? Hversu margar rafeindir þessi? Já, sko hérna, í reyndamenti í þessu tilfelli þurfa að telja sko eina rafeind hérna, eða 54, þá telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rafeindir. Það var þá 7 rafeindir sem færu inn á þetta svigrúm. Þetta er einhver alveg svona sérstakt tvist sem ég þarf að taka sérstaklega fyrir. Af því að sko, ef ég er með þetta þá þýðir það að ég er bara með 63 rafeindir, en til þess að fara alveg út í enda þyrfti ég að vera með 71. Það er rafeindir alltaf jafn margar og sætistalan. Þannig ef þú ert að búa til rafeindaskipa fyrir þetta hérna efni, Europeum, sem er númer 63, þá er maður bara með 63 rafeindir. Og þá er maður ekki að fylla F-svigrúmið, heldur bara þær rafeindir sem maður gefur til staðar, sem við þurfum að setja í gegn. Af því við erum með 63 róteindir og 63 rafeindir. Þannig að það breytist í rauninu bara alltaf 1. Hérna, í hvert einasta skipti sem að maður færir atom, eða sækjastölunum 1, þá bætist 1 rafeind við sem þarf að koma fyrir. Hefði já, og svo var það síðast, þetta síðustu dæmi sem var einfaldlega bara að teikna þessi svigrúm. Að þið hérna fyrir að kannast við S og P svigrúm, en sem ekki geta teikna D eða F. Og þá var þarna einfaldlega í dæmi 4, hnitakerfi, þar sem þið getur verið hérna með, yfirleitt Upsilon. Það er þetta eitthvað sem ég fann á netinu, það er ekkert fólk er ekkert mjög heilagt. Þess að hérna er þetta skrifað upp, þessi hérna hnitakerfi. En hérna er það þá að við eigum að skrifa teikna 1S og 2S svigrúm, sem að myndi þá vera hérna 1S svigrúmið. Það væri þessar fyrstu rafeindir sem færu á það. Og næstu 2 rafeindir færu á 2P. Þá myndum við að segja hérna að 1S er bara hérna lítil svona, þetta svigrúm er bara þetta svæði sem rafeindirnar finnast á. Og 2S væri þá síðan bara stærra. Og í rauninni skarast þau, þessar rafeindir bara á 2S geta verið á sama svæði. Þó að þetta sé eitthvað þegar sitt bara orkan, þannig að það geta aldrei snertast þessar rafeindir. Þannig að þetta væri hérna 1S og 2P og hérna 2S. Síðan er þetta á að teikna 2P og 3P og þá ætla ég að nota hérna mismunandi litir til þess að teikna þá, svona sem ég myndi þá skilgreina sem PX, PY og PZ. Munið eftir þessar 3 áttum sem eru svona eins og hornréttkort og annað. Þannig að ég geti sagt hérna að þetta væri 2PX, 2PY, 2PZ, 3PX, 3PY, 3PZ. Þetta var þá dæmi 5. Y, Z og X. Og ég vil að hafa. Hvað segir þið? Er ekki þetta með P-svigrúm? Jú, sem sagt hérna í dæmi 5. Já, var ég eitthvað röfnað með það? Sem sagt þið teiknið 2P og 3P, hérna er það, nei, sleppum P-svigrúmum þarna. Þetta er eitthvað sem ég hef alltaf verið að taka út af þessu dæmaflöðu.
Þannig að við höfum bara sér mynd fyrir P-svigrúmin. Þetta í dæmi 5. Sleppa P. Já, bara segla þetta væri þarna. Þannig að hérna myndi ég geta teiknað að þetta væri eins og ef ég gerir svona. Hérna væri við þá með 2px. Síðan var það þarna rauður, það átti að vera y. Þetta væri þetta 2py svigrúm. Og síðan væri seta sem ætti að vera hérna þá hornrétt á. Að þetta væri 2p seta og það komast 2 rafeindir inn á hverja áttu löguna. Og síðan þegar við förum þá yfir í hérna 3px, þá væri maður að tala hérna, það væri sem sagt svipuð lögun, en svigrúmið væri bara stærra. Já. Á blaðinu þá eru bókstafir öðruvísi, það er seta efst. Já, nefnilega. Já, einmitt. Þið getur bara haft það þá eins og það er. Ég er svo verðið að vera alltaf uppsumar x og seta, en svo hef ég fundið þetta einhverstaðar á netinu bara hérna og settið inn. En þið skulle láta þess að bara eftir ásnum, ef ykkur þetta að sjá seta upp x og uppsumar, að þá myndi ég bara kalla þetta hérna seta. Og þetta p sem væri hér og px þess að. Já, það gera bara þannig. Eða þá breyta bara nöfnum og ásunum á blaðinu. Síðan værum við hérna með 3py og að lokum þá hérna. Þessir punktar eru bara að reyna að sýna það að þetta sé svigrúm sem að eru þá lengra frá. Eða rafeindir þeirra staðir fyrir lengra frá kjarna sem alltaf í miðju hitakerfisins. Hvað segirðu? P úr alltaf. Já. Þannig að 3p er líka bara eins og stærra. Já, nákvæmlega. Það er eins og þessar S-ið, það bara stækkar með vaxandi sætistölu eða sem sagt vaxandi meginskjálftatölu, en lögunin svo sama. Þetta var þetta dæmablað. Og ég var að hugsa að fara núna yfir í þennan kafla 6-8, þar sem að farið að tala hérna að láta rafeindir fara inn á svigrúm og miða beint notukerfi. Og ég var að færa þetta eftir hliða. Ég ekki fara tímunum líður. Það er búið 50. Nei. 45, það eru 2 mínútur eftir. Heyrðu, í næsta tíma fer ég í kafla 6-8 og byrja þá bara tíman á mánudaginn á því og þá förum við að tala það að setja rafeindir inn í að byrja á þessu 1s2, 2s2 sem ég var búin að tala og líka eitthvað svona reyðarskilfan. Já. Ég vil að slökka upptökunni. Já.